Heyrðu, jæja, þá ætlum við að skoða hérna þriðja og síðasta partinn af loti 1 raunur og þá ætlum við að fara að tala um logra. Og lograr og við erum að lota þessa reglu um logra til þess að finna veldi. Við hingað til að leysa A1 eða AN eða Q eitthvað sliðis, en n-1 kemur fyrir í veldi og þá þarfum við stundum að finna það og þá koma þessar logarareglur til svonar. Og hérna er ein reglan sem er gefin. Hún segir það að ef þú taka log af a í veldinu x, þá er þetta sama og taka veldið, x-ið, og setja það fyrir framan logaritman og eftir verður bara a-ið. Þetta er reglan sem við ætlum að vinna með hérna, og ef við tökum bara hérna einfalt dæmi, ef við erum með eitthvað svona og við ætlum að finna þetta hérna x, þá byrjum við að taka log báðum megin. Þannig að þetta verður logaritmið af 5 í veldinu x saman sem log af 70. Og þá sjáum við hérna hvað ég get gert. Ég get tekið hérna x og fært það hérna fyrir framann. Þannig að þetta verður x sinnum log af 5 saman sem logaritminn af 70. X verður saman sem log af 70 deilt með log af 5. Tökum aðeins flóknara dæmi. Hérna er eitt dæmi. Tökum dæmi sem lítur svona út. Þannig hérna erum við með 50 sinnum 40 í veldinu x mínus 1. Þetta er sama sem 200.000. Ok, þannig að við getum ekki byrjað á því að taka logaritman. Hérna, það virkar ekki. Við viljum bara taka logaritman af þessu hérna. Ok, þannig að sem við viljum byrja að gera er að losna við þetta 50 hérna. Og deilum hérna með 50, deilum hérna með 50. Þannig að hérna verður 40 x mínus 1. Þetta verður hvað? 4.000. Ekki 200.000, 20.000. 4.000. Ok, held ég. Núna getur tekið logaritman báðum megin. Og í næsta skrefinu er að við viljum nota regluna okkar sem segir það að við getum tekið þetta veldi hérna og sett það fyrir framann. Þannig að við ætlum að taka veldi sem er x mínus 1 og við ætlum að margfalda það allt saman og þá þarf ég að setja það allt saman í sviga. Margfalda það allt saman við logaritman af 40 og þetta er síðan bara saman sem log af 4.000. Ok, ég vil ennþá finna þetta x, þannig ég vil losna við þetta hérna, log af 40, þannig ég deili með log, þetta var eitthvað skrítið, log af 40 hérna megin, gera það sama hér. Þetta verður þá x mínus 1 er sama sem log af 4.000 deilt með log af 40. Og síðan þarf þetta bara að losa yfir hann 1-ina, þannig að hann fer verður hérna gefur hérna pluss 1. En sem sagt, reglans verður fá svona dæmi að það þýðir ekki að byrja að taka log af þessu hérna. Við erum að byrja að losa okkur við þetta 50 hérna og deilum 50. Síðan þegar við komum hérna, þetta lítur svona út. Við erum með veldi hérna með einhver tölu, það er ekkert inni fyrir framann, þá getur tekið logaritman. Tökum annað dæmi. Dæmi svo 2. Ok, gefum hérna þetta dæmi. Það gefið að fyrsti liður er 1
og endiliður er 2048 og það gefur það Q2, þannig að þetta er kvótarauna og hún byrjar sérst í einum og sé margfaldast alltaf með 2, þannig að þetta verði eiginlega 1, 2, 4, 8, 16 og endar í 2048 og við maður vita hvaða liður er þetta. Og þá byrjum við að skrifa svona jöfnu sem lítur svona út. Setjum tölunar inn í þetta. Þessi jöfna hún er bara gefin í kaflanum. A1 er 1, þannig ég get bara skrifa þetta svona. Það er hann þessi 1 hérna fyrir hann, 1 sinnum þetta en óþarf að skrifa hann. Þá sjáum við núna hvernig þetta dæmi er svipað því sem vorum að reikna á hann. Þannig sem við byrja að gera hérna er að við myndum taka log af 2048 saman sem log af 2 í veldinu n-1. Það sem getur gert hérna að veldi hérna kemur framan, n-1, höfum það í svega sem log af 2 og núna er þetta bara dæmi eins og vorum að gera rétt á hann. Nú er bara að deila með log af 2, losna við það sem gerir +1 þannig að ásinn fer yfir og þá er svarið komið. Tökum annað dæmi D3A. Ok, skoðum dæmi hérna. Þannig að í þessu dæmi þá gefið að fyrsti liðurinn er 10, Q er 1,5 og við spyrjum hvaða liður er fyrstur til að vera stærri en 100.000? Hvaða liður er fyrstur til að vera stærri en 100.000? Ok, þannig að það sem við erum að segja að endiliður á að vera 100.000. Það er bara að komast að hvaða liður þetta er. Og þá leysum við dæmið alveg svo áður. Fínt að skrifa upp jöfnuna. Þetta er svona út, sem bara setjum við tölunar. Þetta verður 100.000. Hérna kemur 10, hérna kemur 1,5. Þetta er veldinu n-1. Þannig að þurfum að byrja að gera það. Við megum ekki byrja að taka loka á þessu hérna. Við verðum að losa okkur við þessa 10 hérna, þannig að við deilum með 10 hérna. Hérna kemur þá 10.000. Hérna kemur 1,5 í veldinu n-1. Hérna myndum við taka log báða megin og síðan leysið þess að gera hingað til. Segjum sem svo að ég fá að n sé sama sem 7,6. Þetta er ekki rétt svar, en segjum sem svo. Hvað er þá svarið við spurningunni? Spurningin var þessi: hvaða liður er fyrstur til að vera stærri en 100.000? Nú þegar n er 7,6 að þá er an 100.000. Þannig þýðir það að ef að n er 7 að þá er þessi endiliður minni en 100.000 en ef n fer upp í 8 þá er an hærri en 100.000. Og það bara akkurat hérna mitt á milli þegar n er 7,6 að þá akkurat förum við yfir 100.000. Þannig þessu dæmi verður að fatta að fyrsti liðurinn til þess að fara yfir 100.000 það er 8. Herðu, skoðum það núna hérna summumerkið og hvernig það virkar eiginlega. Þannig að við tökum dæmi summumerkið að ef við tökum til dæmis segjum að við skulum taka þetta hérna. Þannig að við erum með summerki lítur svona út og það kemur hérna eitthvað tala inn fyrir ofan og fyrir neðan kemur oft k sama sem eitthvað tala, eins og k sama sem 1. Og hérna kemur síðan k í öðru. Og þetta jafngildi því, við byrjum bara á þessu hérna upphafsgildi, k er sama sem 1. Þá tökum við 1 og setjum það inn fyrir k hér. Og þá myndum við fá 1 í öðru veldi. Ok, sem gerum við pluss og við tökum k-ið og hækkum það upp í 2. Setjum þessu hérna inn.
það verður þá 2 í öðru, syngi pluss, hækkum K-ið aftur, nú K eru 3, nú eru 3 í öðru og við gerum þetta alveg þangað til við erum komin upp í þessa hérna tölu. Þannig að þetta verður pluss 4 í öðru, pluss 5 í öðru, pluss 6 í öðru og síðan bara reikna maður út úr þessu. En síðan eru dæmi þar sem maður er að leggja saman mjög marga liði og maður fyrir ekki að gera það í höndunum. Heldur þarf maður að fara að nota það sem maður lærði með hérna kvótarinn og mismunarunur. Þannig að til dæmis ef við skoðum þetta hérna dæmi, ef þetta nær upp í 30 og K byrjar sem 1 og þetta er 3K. Ok, þetta eru 30 tölur sem við leggja saman sem er svolítið mikið, en sjáum bara hvernig það byrjar. Þannig að K er 1, setja hérna inn í, þetta verður 3 sem 1, pluss, K verður sem 2, set 2 hérna inn í, 3 sem 2, gerir pluss, K verður síðan 3, þetta verður þá 3 sem 3, og svo framvegis, pluss alveg þá til við komum upp í 3 sem 30. Ok, þetta eru margir liðir og við ætlum ekki að fara í það að leggja þetta allt saman í höndunum, en sjáum bara hvernig þessar tölur eru hérna. Ef við skerum aftur hérna saman sem, þá 3 sem 1, það er bara 3. 3 sem 2, það er 6. 3 sem 3 er 9. Og síðan myndi koma 12. Og við sjáum hérna ákveðið munstur. Hérna erum við að gera 3 pluss 6 pluss 9 pluss 12. Og við sjáum ef við horfum á þessar tölur, að þetta er eins og mismunaruna. Það er alltaf að hækkum sama gildi, það er alltaf að hækkum 3. Þannig að við getum sagt að við erum með mismunarunu þar sem fyrsta talan er 3 og mismunurinn er líka 3. Það hækkar alltaf 3. Og við vitum að n er saman sem 30 að því við ætlum að leggja saman 30 liði. Og það sem við getum gert hérna, í staðins að reikna alltaf hérna 30 tölur í honum, þá getum við farið og fundið hérna jöfnuna fyrir Sn og reikna þú út S30 með það við þetta A1 og þetta D og þá ætti svarið að vera komið.